Notaðu tippið. 1x2 við tippum. Hjalti, þið gerðu heiðarlega tilraun hérna til þess að stríða KR í lokin. Hvað vantaði upp á svona til þess að komast svona alveg upp að þeim? Já, við gefum svolítið forskot, þannig að 20 eða 19 stig. Það er svolítið erfitt að brúa í bara, 6 mínútur eftir. En við gerðum heiðarlega tilraun og náðum þessu niður í 9-8 stig eða svo. En það vantaði kannski smá svona úthald og líka menna að svona er rauninni að byrja að spila saman þessi strákar sko. Eða þannig, en það 3 nýir, 2 Kanar og Magni. Og Jón að detta út. Manni finnst einhvern veginn alltaf vera svolítið rótering á þessum hóp. Erfitt að vinna með það, að vera ekki með stöðuleika í leikmannahópnum? Það er rosalega erfitt. Árni er búinn að vera rosalega mikið frá og Jón alltaf núna. Við erum búin að vera rosalega óheppnir með meiðsli og síðan komum veikindi rosalega mikið í þessari viku. Þannig að við seinasta vika var mjög döpur til dæmis. En sko, þetta er rosalega erfitt og senastu ár líka hafa verið rosalega róteringar hjá okkur og það er rosalega erfitt að byggja upp einhvern liðsanda eða lið. Þegar þetta er alltaf að tínast úr þessu og menn eru alltaf að koma nýir og nýir inn hverju ári. Þá er rosalega erfitt að bara setja saman pakkan upp aftur sko, eða þannig. Ég er alltaf nýr svo sem, ég var ekki fyrra en þessi liðseining að vanta svolítið, þannig sko. Hvað veldur? Eitthvað sem þú kemur fingrinum á? Já, við mistum Hauk út, við mistum Ægi út, við mistum Hörð út fyrst en síðan til Keflavíkur, nei Njarðvíkur fyrir ekki það. Síðan fór hann til Keflavíkur. Það vantar ekki að þið séu að framleiða leikmenn? Nei, og við eigum fullt af ungu leikmenn núna eins og Gunni og Bjöggi, og náttúrulega þessi 91 strákar eru ekki gamlir. Þó svo eru að spila ykkur 30 mínútur að meðaltali í leik, Addu og Tommy. En það er bara þannig, við erum að koma upp með fullt af flottum strákum og þeir náttúrulega bara njóta sín að spila körfubolta og vilja fara sem lengst. Eru þeir orðnir nægilega frambærilegir til þess að halda fjölni í úrvalsdeild? Þessi strákar núna? Já, ég held það. Það sé alveg klárt. Við þurfum bara að slípa okkur aðeins saman. Þetta er, eins og ég sagði áðan, það eru 9 Kanar, Magni kominn inn. Auðvitað tekur smá tíma að slípa það saman og núna höfum við 2,5 viku og við verðum bara flottir eftir það. Takk fyrir þetta, Hjalti. Takk.